Já, góðan daginn öllsumul, ráðherra, ræðumenn og aðrir góði gestir. Gaman að vera með ykkur hérna í dag eins og ég var í fyrra til þess að fara yfir þær breytingar sem við sáum í fyrra og síðan áramótin. Ég ætla að ræða það annars vegar og hins vegar þessa skattframkvæmd svona svolítið í víðu samhengi og ég raun ætla ég að eyða meira púðri í þann þátt því að mínu mati erum við að sjá teikn þar á lofti og búin að sjá í talsverðan tíma sem að ég og miklu mun fleiri teljum í raun varhugaverð. Nú, förum aðeins í þessar breytingar og ég átta mig á því og ég hef fengið gagnrýni frá markaðsdeildinni okkar að það séu allt of mörg orð þarna á blaði. En við byrjum bara svona á því að fara aðeins yfir þetta. Í grunninn það þannig að það voru ákveðnar breytingar sem urðu eftir í bandorminum 2022 fyrir síðasta ár síðan. Ég ætla að nefna þarna 3. Í fyrsta lagi það þannig að það verið að auka svona heimildir, skerpa á heimildum skattsins til þess að grípa til ákveðna úrræða til þess að tryggja skil og skilvirðisskil í virðisaukaskattsmálum. Ég vildi bara nefna þetta uppi, þetta engin sérstök efnisbreyting, en engu að síður eru þarna aðilar sem að kannski munu verða þá við því að nú verða úrræðin aukin og þau gerð skilvirkari. Það kannski sérlega svona viðeigandi í kólnandi hagkerfi að þá svona fara breytast ýmis mál, flæði tekna og annað hægjast á þessu og þá oft dúkka upp ýmis vaskmál sem að leiðir til afskráningar jafnvel og annara atriða sem að eru almennt óheppileg. Nú í annan stað þá kláraðist nú að breyta lögum tekjuskatt sem að í raun gera það verkum að starfsmenn og stjórnarmenn sprotafyrirtækja njóta þess að ef þeir eru með kauprétti að þá eru tekjur vegna nýtingar þeirra kauprétta skattlagðar sem fjármagnstekjur. Það eru þó þarna eins og alltaf ákveðin skilyrði sem þurfa að vera uppfyllt og meðal annars þá að starfsmennirnir séu að vinna að verkefnum sem samþykkt hafa verið af Rannís og velta þá fyrir sér í sjálfu sér að þarna geti komið upp tilvika sem að fyrirtæki eru með nokkra starfsmenn og þeir eru skattlagðir með ólíkum hætti af sínum kaupréttum. Það eru fleiri breytingar sem áttu sér stað í fyrra. Mig langar að nefna þessa síðustu hérna sem tengist samrunum og skiptingum. Það er að segja það komið nýtt skilyrði til þess að samrunar og skiptingar hafi í raun og veru ekki skattalegar afleiðingar í för með sér og það í raun og veru að upphaf og lok þeirra séu innan sama fjárhagsárs. Og í grunninn þetta fer ekki hátt, þetta mjög tæknilegt en það gríðarlega mikilvægt að hafa þetta í huga. Nú, hvað varðar þessar helstu skattahækkanir þá þetta þannig og það kannski svona einhver leyti auðveldara að tala hækkanir því að það svo einfalt að benda á þær en kannski ekki alltaf sanngjarnt en við erum auðvitað með þessar venjubundnu hækkanir á krónutölusköttum sem að hækka samt ekki í samræmi við breytingar á vísitölu neysluverðs. Það var ákveðið losunargjald hækkað. Síðan erum við að sjá verðmætagjald sjókvíaeldis hækka og nokkuð duglega og það náttúrulega líka fyrir þá sem hafa gaman eins og ég að lesa frumvörp. Það var alltaf gaman að sjá orðalagi sem beitt. Því að þetta hækkar 23% en í frumvarpinu þetta sagt bara þetta hækki eingöngu 0,8% stig. Og það þetta sama í tengslum við hækkanir á tekjuskatti lögaðila, fyrirtæki með takmarkað ábyrgð, tímabundin hækkun, vissulega, fellur að óbreytt úr gildi lok þessa árs, fer úr 20% í 21% og sama breyting verður, svipuð breyting verður í raun og veru í tengslum við aðra lögaðila og treystum við því þá að þessi sjálfkrafa niðurfelling haldi sér að sjálfsögðu. Nú, þarna eru enn frekari breytingar og mig langar svo sem að nefna, ég ætla ekki endilega að ræða þetta allt saman, en það ekki bara hækkanir, heldur verður að hafa það í huga að skattalögin breytast reglulega með ýmsum svona útfærslum hér og þar. Og það voru ansi margar útfærslur á matseðlunum hátíðirnar. Gistináttaskatturinn auðvitað gott dæmi. Hann tekin upp að nýju, það lá fyrir að hann yrði tekin upp að nýju, en hann með breyttu sniði. Það eru fleiri aðilar sem eru þarna undir og hann þrepaskiptur. Þannig að frá 300 krónum upp í 1000 eftir því hvað gistináttaeining undir. Síðan þetta kílómetragjaldið og breytingar á vaskmeðferð í tengslum við rafmagnsbíla eða vistvæna bíla, þær fyllu niður áramótin. Í staðinn hægt að sækja mögulega styrk sem í það minnsta tímabundið ekki skattskyldur. Kílómetragjaldið kemur í staðinn og ég geri nú ráð fyrir að flest ykkar sem eigi vistvæna bifreið hafi kíkt á vefsíðuna Vegir okkar allra og fylgstu þetta stolti yfir framlagi ykkar til samfélagsins. Það mjög áhugaverð breyting hérna á
lögum varðandi búrekstur, ég ætla ekki að reifa hana neitt sérstaklega, en mér finnst hún í raun og veru sýna eins og svo oft með margar tæknilega breytingar að skattkerfinu eru auðvitað ætlað að tækla ótrúlega mörg tilvik bara lífsins, samfélagsins sem er auðvitað magnað hvað það er fjölbreytt, en það þarf einhvern veginn að koma því í orð inn í frumvarp sem er síðan afgreitt á Alþingi og það er auðvitað afgreiðslan náttúrulega misjöfn, þar geta allir komið sínum sjónarmiðum að, en þetta er svona þessi litlu lífsins tilvik sem að getur verið flókið að tækla í löggjöf. Og að lokum að þá náttúrulega eru og voru kynntar umtalsverðar ívilnanir, eflaust einhverju sem hefur talið að það mætti gera betur í tengslu við náttúruhamfarirnar í Grindavík sem að því miður virðast einhvern veginn ekki ætla að taka neitt enda. En þær eru auðvitað háðar skilyrðum og ég hvet alla þá sem að geta nýtt sér þessar ívilnanir til þess að skoða þetta gríðarlega vel og fara vel yfir þau skilyrði. Nú, aðeins til þess að fylgja eftir breytingum og breytingarnar kom ekkert allar frá Alþingi. Það er þannig að þær eru ekkert alltaf allar ræddar og rökstuddar og rökstuðningurinn birtur þar að baki. Og skattmati sem að fekk nú talsverða umfjöllun hérna fyrir áramót ágætis dæmi verkfæri sem er vandasamt. Heiðrún nefndi það áðan varðandi gjafirnar og það er bara þannig að þetta sýnir líka auðvitað hversu svona tæknilegt kerfið er. Nú þurfa atvinnurekendur auðvitað að passa alltaf að vera innan marka og ég velti fyrir mig hvort að þetta sé eitthvað sem að verði tekið upp hérna í þeim viðræðum sem eru framundan hérna milli aðila vinnumarkaðarins en þarna er klárlega verið að takmarka það hvað fyrirtæki geta gert fyrir sitt starfsfólk. Þarna er náttúrulega fyrir það fyrsta, það er engin bankakort lengur og þannig að það má gefa hangikjötið og það má gefa í matvöruverslunina gjafakort en ekki bankakort fyrir sömu fjárhæð. Skemmtanir, það verður að passa það og nú eru skemmtanir og gjafir komnar undir sama fjárhæðatakmark. Og síðan er þetta mjög gaman að velta því fyrir sér að vinnuveitendur verða að passa, þeir geta ekki gefið starfsfólki sínu gjafir við öll tækifæri. Þannig að til dæmis starfsmenn útskrifast eða eignast börn eða giftast, þá virðist nú vera að þetta verði allt saman skattskylt. Þannig að í raun eina tilvikið fyrir starfsmenn mögulega að geta notið óskattskyldra gjafa er einfaldlega bara með því að verða eldri. Og í sjálfu sér talsvert eldri því að þetta er talið í tugum. Þannig að ég hins vegar svo heppinn að ég á 10 ára starfsafmæli núna í febrúar en verð síðan bara að bíða í 10 ára viðbót. Síðan eru það bifreiðahlunnindin og ég held að sé ágætt að halda því til haga þar að þarna er ákveðin breyting sem gerir ráð fyrir því. Ef að stjórnendur köllum það eru með aðgang að bifreiðum vinnuveitenda síns, þá hafa þeir almennt og talið full og ótakmörkuð umráð og borga 25–28%, eða það er að segja skattur er reiknaður sem 25–28% af kaupverði bifreiðarinnar, svo skattur greiddur á því. Breytingin sem var gerðir í raun og veru, það er þessi feitletriða, hvort sem er að ræða eina eða fleiri bifreiðar. Þetta er ekkert rætt, þetta er ekkert rökstutt, en það er áhugavert að sjá að nýlega var yfirskattanefndar úrskurður, þar sem að yfirskattanefnd sagði náttúrulega að þetta gæti ekki alveg gengið svona, þetta gæti leitt til ótækrar niðurstöðu. Þetta er mjög áhugaverð breyting og ég held að hún sé og verði í raun og veru að mun einhver vefengja hana í framkvæmd. Og að lokum þá kannski ágætt að hafa það í huga varðandi íþróttaiðkun bara fyrir okkur öll að skatturinn gerir gríðarlega greinamun á íþróttaiðkun og kannski gott dæmi þarna eru sundlaugar og baðstaðir, það er ekki það sama. Þannig að bara hafið þetta í huga. En þá er það skattframkvæmdin og kannski aðeins til þess að koma inn á þetta eru nokkrum punktar sem koma fram í máli ráðherra. Umgjörðin, og það verður að hafa þetta í huga, umgjörðin í kringum skattamál er flókin. Þetta eru tæknilegt svið sem er bara tiltölulega erfitt að fylgja. Og ég nefndi nú nokkra þætti þarna sem að hljóma litlir, hljóma kannski einhver leyti ómerkilegir í stóru samhengi við virðisaukaskatt og annað, en þetta eru allt þættir sem ýmist einstaklingum eða fyrirtækjum bara er undir hvað viðurlög varðar ef þeir klikka á. Þannig að það eru bara allir að reyna að gera sitt besta dag frá degi. En ramminn er síbreytilegur. Það verður þá að hafa það í huga, hann er síbreytilegur
hvort sem það löggjöf eða skattmat, þannig breytilegur varðandi hækkanir, lækkanir, tæknilega breytingar og síðan breytist hann innan ás og á milli áramót á allt þar fram eftir göttunum. Í öðru lagi þá eru breytingar kynntar með skömmum fyrirvara og það bara því miður þannig. Það svolítið lenskan á Íslandi. Það vissulega, það búið að tilkynna eins og með gistináttaskattinn að hann verið tekinn upp aftur. En útfærslan kannski liggur ekki fyrir. Þannig að það má passa upp á þetta og síðan auðvitað annað dæmi þarna sem var nú tíðrætt og það ennþá held ég verið að leita að þeim sem á heiðurinn af þeirri breytingu að það þegar það var ákveðið að hætta við að fella niður persónuafslátt lífeyrisþega sem staðsettir eru eða búsettir eru erlendis. Þetta hefur allt áhrif á fólk og fyrirtæki, hvort sem við erum hér eða njótum sólarinnar á Spáni. Og síðan þetta þannig að þessar reglur koma víða frá. En Mari ætlar aðeins að fara betur yfir þetta með okkur eftir. Þannig að ramminn síbreytilegur, síðan það þannig og það hefur lengi verið rætt það að það skortir einfaldlega á gagnsæi í kerfinu. Og það ágætt að halda því til haga að svona þessar heimildur beitingu skattareglna eru kannski fyrst og fremst í bindandi álitum ríkisskattstjóra og úrskurðum yfirskattanefndar. Og ef við förum einfaldlega bara yfir tölfræðina í þessu, þá yfir ár, núna, ég með tölfræði sem að Viðskiptaráð tók saman 2001, þá það bil helmingur af þessum álitum birtur, sem afskaplega bagalegt og ég nú verið skil ekki af hverju, því að þetta dregur ekki eingöngu úr gagnsæi, heldur eykur þetta aðstöðumunin, þar sem að ríkið veit alltaf hvernig lög eru túlkuð og hvernig á að beita þeim, en skattar ekkert alltaf það sama. Þá það málshraðinn líka og það bara þannig að því miður og að mínu mati persónlega, þá hefur bara dregið á undanförnu sérstaklega úr þessum málshraða, hvað sem við horfum á úrskurði, bindandi álit, skráningarmál af ýmsum toga og svo það þetta bara með skatteftirlit að þetta spannar bara því miður allt og langan tíma. Mánuður og ár og misseri eru bara normið í dag, því miður. Og síðan kannski svona til þess að bæta, svona kannski til þess að gera illt verra, að þrátt fyrir að skattaðilar hreyfi við þessu öllu saman í málum sínum, til dæmis gagnvart yfirskattanefnd, og yfirskattanefnd tekur að einhverju leyti á þessu, þá hefur það aldrei þau áhrif að skattaðilinn njóti einhvers hags af því að hafa þurft að liggja undir lengri tíma málum hjá ríkisskattstjóra og þar af leiðandi eru engin varnaðaráhrif í því fyrir því lægra setta stjórnvald. Þriðji punkturinn þarna uppi sem líka ágætur að hafa í huga að það eru tvísköttunarsamningarnir og ég held raunar að það sé eitt af þeim tækjum sem tiltölulega einfalt fyrir ráðuneytið að leggja áherslu á að bæta úr því að við erum og höfum verið allt og lengi eftirbátar annarra landa, hvort sem það eru lönd á borðið, stærri lönd á borðið, Bretland og Bandaríkin og Holland en líka bara hin krúttlegu Norðurlöndin og það vantar talsvert upp á í þeim efnum. Þetta gerir auðvitað fyrirtækjum sérlega erfitt fyrir því að þessi samningar eiga náttúrulega með þeim á að aflétta tvísköttun en þeir fela í sér hægðarauka í ýmsum ferlum. Og það bara þannig í nýlegum úrskurði yfirskattanefndar þá bara slegið föstu að það sé gríðarlegur aðstöðumunur á milli fyrirtækja sem fá tekjur sem skattlagðar eru erlendis ef að þær tekjur eru ekki við lönd sem við erum með tvísköttunarsamning við. Og þetta bara verður að hafa því í huga að þarna má gera miklu betur. En umgjörðin önnur hliðin og beitingin hinn og ég með þarna uppi fyrir þau ykkar sem viljið kynna ykkur úrskurði yfirskattanefndar og hafi gaman að því. Ég gerir ráð fyrir það séu þetta öll hér inni. En fyrsti úrskurðurinn hann sem uppi, ég nefndi hann örstutt í erindi mínu í fyrra. Það var þannig að yfirskattanefnd snýr við í raun og veru úrskurði ríkisskattstjóra sem hafði, og ég segir bara einfaldlega að ríkisskattstjóri hafi þarna ætlaði að ganga gegn 25 ára gamalli lagaframkvæmd. Og niðurstaðan ívilnandi fyrir skattaðila. Allir kátir, loksins. Korteri seinna, svo að segja, þá dúkkar upp frumvarp á Alþingi, sérstaklega vísaði þennan úrskurð og talaði að það þurfi að eyða þessari óvissu sem úrskurðinu skapar. Það var engin óvissa, bara alls engin. Hinn úrskurðurinn áhugaverður því að þetta svona einhver leyti öfugtfarið. Það skattaðilinn að vísa til tveggja eldri ákvarðana ríkisskattstjóra sem honum til hagsbóta. Það sem honum heimilt að gera ákveðna hluti varðandi að lækka skattar séu lækkaðir hér heima
Yfirskattanefnd segir einfaldlega bara að þetta eru órökstuddir ákvarðanir og ganga gegn tilgangi lagana. Og þarna finnst mér sýna ágætlega jafnræði og samræmi í skattframkvæmd. Nýir úrskurðir og eldri fara ekkert endilega saman. Óheppilegt hins vegar ef það er ívilnandi fyrir skattaðalann að þá kemur til lagabreytingar. En í þessum málum er alveg mikil óvissa og ég hvet til lagabreytingar í þeim seinni. Í þriðja lagi þá eru nokkrir nýir úrskurðir þarna á sviði gagnaversmála, Heiðrún, þú lætur mig vita, sem eru mjög áhugaverðir. Þeir tengjast með einum eða öðrum hætti erlendum aðilum sem starfrækja hér á landi netþjóna í gagnaverum. Og það er ágætt kannski að rifja það upp í þessu samhengi að það hefur margt verið ritað og rætt mikilvægi þess að byggja upp þann iðnað hér á landi og sumpart gengið bara nokkuð vel. Þessar áherslur hins vegar hafa að okkar mati og mínu mati augljóslega illa ratað inn í löggjöf og inn í skattframkvæmdina. Því að í þessum úrskurðum að þá er ríkisskattstjóri, og þetta hefur verið staðfest af yfirskattanefnd og nú nýlega í einu máli fyrir dómi, að þarna er ríkisskattstjóri í það ýmist að hafna skráningu útibúa eða dótturfélaga þessara fyrirtækja á virðisaukaskattskrá eða einfaldlega afskrá þau. Og í einhverju tilfellum eru þessi útibú eða fyrirtæki afskráð afturvirkt og uppdúkkar þá greiðsluskylda á innskatti með álagi og dráttarvöxtum. Þetta er auðvitað afskaplega óheppilegt. Þessir úrskurðir eru ólíkir innbyrðis en þeir eiga það bara svona sammerkt að þarna eru lög frá 1988 sem að í raun stýra að ég held, ef ég man rétt, stærsta tekjustofni ríkisins. Og beitingin á þessum lögum og túlkun, hún hefur bara ekki breyst með samfélaginu. Og svona til samræmis að ég sagði einhverju samhengi að ég var 6 ára þegar þetta ágæta frumvarp var kynnt og það samþykkt. Mér langar síðan að loka þessu á 2 áleitnum spurningum. Annars vegar hvaða reglur gilda sáttameðferðir sem að ríkisskattstjóri býður sumum aðilum upp á og öðrum ekki og þá til þess að loka þeirra málum. Og hins vegar hvort að markmið skatteftirlits, hvort sem það varðar hlunnindi einstaklinga, vaskmál erlendra aðila, stórfyrirtæki eftirlit, milliverðlagningu eða hvað eina, hvort að það sé í raun og vera að tryggja réttmætt skattskil eins og lögin fel í sér. Fyrir spurningunni er hægt að svara með tiltölulega einföldum hætti. Það eru einfaldlega engar reglur sem gilda þessa sáttameðferð. En raunin er sú á undanförnum árum að þá hefur af einhverjum fyrirtækjum verið búin slík meðferð og öðrum ekki. Og þetta svona dúkkar upp iðulega þegar frumathugun er lokið á tilteknum málum, frumskoðun yfir 6 ára tímabil, þar sem teknar eru saman alls konar tölur, virðisaukaskatti og tekjuskatti jafnvel sulla saman og búin til einn tala. Og í stað þess að fara einhvern veginn með málið í hefðbundi ferli sem er tímafrekt, að þá er skattaðalunum veitt tækifæri til þess að óska eftir sátt. Og sáttafjárhæðin sem lögð upp er gjarnan talsvert lægri. Þannig að það er kannski ekkert flókið að horfa á það að valkosturinn er freistandi fyrir skattaðalann. Enda þetta hefðbundna ferli, eins og ég segir, tímafrekt og skapar óvissu. Og svo er þetta betra fyrir ríkið því að það er að spara peningur í rannsóknir og peningur í dag er verðmætari heldur en mögulega peningur á morgun. En þetta er gert á grunni heimildar í tekjuskattslögunum sem að heimilar einfaldlega skattaðalum og óska eftir sátt en þarna er alveg augljóst að frumkvæðið er ekki þar. Í mörgum tilfellum er skattaðalinn einfaldlega að koma sér undan þeim vegg sem að honum hefur svona svo að segja verið stillt upp við. Í því samhengi er kannski ágætt að hafa tvennt í huga. Ef skattaðalar fallast á óska eftir sátt, þá eru þeir að fyrirgera rétti sínum til þess að taka málið lengra. Og síðan er alls óvíst af því að það skortir reglur að hvort að önnur eftirlitssvið embættisins svona telji sig bundin af þessum sáttum. Mér finnst þetta að vera gott úrræði. Við sjáum þetta víða, samkeppniseftirlit, fjármálaeftirlit og fleiri stöðum, nú að veita Fiskistofu þetta úrræði. En það þarf að vera einhver rammi. Þetta getur verið til hagsbóta fyrir báða aðila eins og ég nefni,
en það þarf að vera einhver rammi til þess að tryggja gagnsæi, hlutleysi og jafnræði. Að öðrum kosti þá þetta háð allt of miklu huglægu mati og hugsalegum geðþótta sem náttúrulega gengur ekki upp í þroskuðu lýðræði samfélagi. Hin spurningin snýr að markmiðum skatteftirlits. En ég velti því upp, og það bara mín persónulega hugleiðing, því að ég horfi á ýmsa úrskurði undanfarin misseri, þar sem að gögn og greiningar skattaaðila eru að mestu leyti lögð til hliðar, að mínum að ekki tekið á málsaðstöðum og sjónarmiðum í málum og lítið efnislegt mat framkvæmt. Og meðalhóf í mínum huga oft virt að vettugi, þá læðist stundum að manni sá grunur að kapp eftirlitsaðila sé að bera lögin ofurliði. Að meiri áhersla sé lögð á að hámarka fjárhæðir í stað þess að tryggja réttmæti skattskila. Skattkerfið auðvitað í grunninn tekjuöflunarkerfi. Eins og ráðherra fór yfir áðan, það sífelldur þrýstingur á að eyða fjármunum sem að ríkið á að sjálfsögðu aldrei. Það þarf að sækja þessa fjármuni einhvers staðar til þeirra sem að eiga þá fjármuni og það þarf að nýta þá fjármuni til þess að tryggja okkar framtíða velferð. Þannig að þetta mikilvægt tæki sem ætlað að afla tekna. En það auðvitað bara þannig, eins leiðilegt og það hljómar, að þá gildir þá tekjuöflun heildstætt reglur, lög og reglur í landinu. Og ferlið við að afla teknana þarf auðvitað að vera í samræmi við góða stjórnsýsluhætti. Í máli Kolkþörungafélagsins, sem Halldór ætlar að ræða hérna þessu eftir, ætla að nefna það bara stuttlega, þá endurákvarðar ríkisskattstjóri tekjuskatt félagsins vegna verðlagningar við erlent móðurfélag. Þarna í raun og veru breyting gerð þar sem að kostnaði bætt við álag sem var lagt á var 50%, því haldið, ekkert mat. En það skýrt í lögunum að ríkisskattstjóri þarf að horfa til þess að það skal meta og eftir atvikun leiðrétta verðlagninguna. Því að megin markmið auðvitað með þessum lögum að verðlagning milli tengdra aðila og ótengdra aðila sé nokkurn veginn það sama, sé svipað í það minnsta, því að það aldrei hægt að finna nákvæmlega það sama. Og maður velti því fyrir sér í þessu máli, hvað ef að upphaflega álagið sem að félagið beitti, sem var 50% hefði verið 100% eða 300%. Kostnaðurinn hefði bara verið látin standa, hún hafi verið bætt við, umtalsvert stækkaður en hefði álagið haldið sér. Munur á því. Í stuttu máli þá féllst yfirskattanefnd alfarið á þessa nálgun skattsins og að mínum mati hentu bæði embættin út öllum greiningum og gögnum sem félagið skilaði inn og þeim fannst þau ekkert eiga við. Og rökstuðningurinn var gríðarlega fátæklegur. Eftir stendur einhver niðurstaða fyrir fyrirtæki sem að því ber að fylgja sem í engu samræmi við svokallaða armslengda reglu tekjuskattslaga. Á seinni stigum var embættið til í að skoða aðra nálgun og lagði fram tillögu sátt sem var töluvert lægri fjárhæð þar heldur en stóð til í upphafi en hafnaði síðan sinni eigin tillögu. Og hvað gerði yfirskattanefnd? Að mínum mati kom sér í raun bara listilega frá því að tækla þessi einkennilegu vinnubrögð. Ég velti því upp og mér finnst rétt að staldra við hvers vegna mál geta farið með þessum hætti. Auðvitað þannig að það ákveðnir hagsmunir undir og við erum ekkert alltaf sammála ríkinu og sammála skattyfirvöldum og öfugt. En þarna bara, ég vil ekki trúa því að þarna sé einhver beinn ásetningur að beita einhvers konar ómálefnalegri hörku til þess að afla ríkinu tekna í stað þess að tryggja bara réttmæti skattskila í samræmi við lög og reglur. En ég hugsa, þó að hensi hugsi yfir nýlegu svari fyrrum ráðherra á þingi nýlega sem fór reyndar ekki hátt. Því að miðað við það, þá virðist vera ákveðin hvati í kerfinu sem skakkur sem getur leitt til vafasamra niðurstöðu. Og hann einhvern veginn sá að í þessu svari að þá staðfesti ráðherra að starfsmönnum og teymum ríkisskattstjóra væri sett markmið fjárhæðir endurálagningar. Það auðvitað þannig að við bregðumst við hvötum, við erum bara mannleg, við viljum öll standa okkur vel í vinnunni. Við viljum ná þessum settu markmiðum sem settur þarna upp á blað. En ef þessi hvatar eru skakkir, þá það bara einfaldlega þannig
að önnur mikilvægari markmið falla milli skips og bryggju. Skatteftirlit leiðir oft til hækkunar á skattstofnum, en það má ekki vera markmiðið í sjálfu sér, heldur markmiðið að tryggja réttmæti skattskila innan ramma laga og reglna. Í öllu falli horfandi á alla þessa þætti, sífellda breytingar, skort á gagnsæi, of langa málsmeðferð og síbreytilega skattframkvæmd þar sem að mínu mati óljósar heimildir, lagaheimildir eru allt of oft túlkaðar í ríkjunni í hag, að þá hallar allt of mikið á skattaðila. Ég tel að þannig eigi ekki að byggja upp þetta kerfi. Ég tel að við þurfum að hafa það í huga að skattaðilar eru eins og ráðherra kom inn á áðan. Við erum bara fólk sem erum að reyna að afla okkur fjár, búa til verðmæti fyrir okkur og samfélagið og því þörf á markvissi stefnubreytingu í þessum málum. Takk fyrir mig.